موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة. Þá ætla ég bara að bjóða góða kvöldið, kæru áhorfendur að Samstöðinni og þeir sem eru að hlusta. Við erum komnar hérna aftur, ég, Sara Steff Hildadóttir og Magga Stína. Hæ. Með þáttin okkar Útvarp Palestína. Já. Og eins og endranær þá erum við hér í góðum félagskap. Með okkur í kvöld eru tveir gestir. Það er Hólmfríður Jónsdóttir og Ingólfur Gíslason sem ég ætla að kynna á mjög nýstárlegan hátt sem sniðgangara. Að tilvæg þinni, Hólmfríður. Já, takk fyrir það, Sara. Þetta orð sniðgangari er svona mín tillaga að nýyrði yfir okkur sem sniðgöngum fyrir Palestínu, af því að nú færist það í vöxt að það er verið að sniðganga og þannig að þá datt mér þetta í hug sem sagt orðið sniðgangari, hvort að það væri ekki bara hægt að taka það inn í tungumálið. Jú, þetta er mjög svona flott orð. Já, og önnur til að væri kannski sniðgöngugarpur. Sem er, það er kannski glæsilegra, en með sniðgangari líka mjög gott. Sko. En sniðgöngugarpur myndi eiga við núna á laugardaginn þegar gangan er. Akkurat. Hún er á laugardaginn. Já, sniðgangan. Með stóru S-i, 2024. Hún er á laugardaginn. Hún er á laugardaginn. Bæði á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri á sama tíma. Hvenær byrjar gangan? Hún byrjar klukkan 2. Þetta er svona auðvelt að muna. Sniðgangan 2024 er 14. september, laugardaginn 14. september, klukkan 14. Já. Getur ekki klekka. Akkurat. Og hún er gengin þá sér satt að því tilefni að vekja athygli á þessari hreyfingu. Já. Sniðgangurhreyfingunni. Sniðganga er góð hreyfing. Sniðganga er alveg ægilega góð hreyfing. Sniðganga er góð hreyfing, já, einmitt. Og hvað búist þið við miklu mannfjölda? Eins og þá sýnist mér vera 130 skráður sem að þeir ætli að ganga, að koma á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta það bil 30 á Akureyri, en að sjálfsögðu fleiri tugir, jafnvel hundruðir sem að sýna þessu áhuga. Já. Og hún er, ég meina, sniðganga, það er þess vegna sem við erum með hérna sniðgöngu þátt. Já. Hvað er sniðganga? Þú veist, að sniðganga, boykott. Já, það getur verið bæði það er svona ýmsar tegundir, það er efnahagsleg sniðganga, eins og til dæmis að kaupa ekki vörur frá Ísrael eða landtöku nýlundunni eða hvað maður á að kalla þetta. Hið svo kallaða Ísraelsríki. Og beita svona þrýsting á ýmiss konar fyrirtæki og í raun og veru markmiðið því er að reyna að valda efnahagslegum þrýstingi reynlega. Svo eru kannski aðra tegundir, það er menningarleg sniðganga sem að gæti verið eitthvað eins og að halda ekki tónleika í landtöku nýlendunni, kaupa ekki plötur Nick Cave til dæmis, sem að gefur skít í þessar hreyfingu og frelsisbaráttu Palestínumanna. Og svo er það sem að ég kannski mest svona einbeita mér að bara vegna minnar svona stöðu og svona tilvílun bara að ég vinn í þeim í geira er akademisk sniðganga sem að gengur þá út á það að vera ekki í stofnanlegu sambandi við fræða fólk í landráns nýlendunni og stofna ekki til svona akademiskra samskipta eða samstarfs við þá til þess að reyna að láta þá líka finna fyrir óánægju okkar og viðbjóði á ástandinu. Og já, þetta svona þær 3 gerðir sem ég man eftir akkurat núna. En akkurat þessi akademiska
sniðganga og hún tengist nú því, sko við hefum nú verið síðustu þættir hafa svona gengið svolítið út af þetta svona að opna á þetta þessa afstöðu skólayfirvalda í Háskóla Íslands til dæmis sem að hefur bara margt hefur komið okkur afstöðuleysi, nei ég myndi segja að vera mjög sko skýr afstæða í fólkin í afstöðuleysinu en þannig að svona þú veist þetta er svolítið svona mikið, ég var akkurat að fá mér bók þessa bók sem að sem hefur verið mælt með í þessum þætti áður. Maya Wind er höfundurinn og hún heitir Towers of Ivory and Steel og þetta er kona sem að hún er gyðingur og bara er frá Ísrael en eins og kannski er alltaf að taka fram að það er auðvitað til fólk sem er fætt og uppalið eða til er með ísraelskan ríkisborgararétt sem að hefur samvisku og hún er ein af þeim. Það reyndar, má kannski segja í dag að þá er það fólk reyndar flest flutt burt sko en hún sem sagt skrifar þessa bók sem er gríðarlega vel rannsökuð og hún talar til dæmis og skrifar og skilur hebresku sem er tungumálið sem er notað í landnámsnýlendunni og hún sem sagt fékk aðgang að skjalasafni og skjalasöfnum landsins og ríkisins og þar eru fullt af skjölum úr stjórnsýslunni og svo framvegis bara og sumir þeirra sem að hafa þú veist, þetta eins og þetta er í stjórnsýslunni að leyndin er aflétt eftir einhver áratugi og svo framvegis þannig að hún gat sko farið í skjalasöfnin og fundið bara konkrétt hvernig háskólakerfið var uppbyggt bara beinlínis með því með það markmið að sko að taka yfir landið sko, þú veist bara hluta af síóníska projektinu öllu saman sko og þetta er sem sagt, það sem ég pointið sko heimildirnar og skjölin sem að hún kemst í eitthvað sem flestum lokuð bók. Í fyrsta lagi þá náttúrulega bara má ekkert hver sem fara og skoða þetta. Í öðru lagi þá ekki hver sem sem að skilur tungumálið. Þannig að þetta er mjög mikilvægt fræðilegt verk sem að bregður mjög miklu ljósi á margar hluti. Og ég held sko að þegar hún var að rannsaka þetta að þá í raun og veru vissu yfirvöld ekkert af því að hún væri sko á þessari braut. Á þessari forsendu að óska eftir aðgangi að þessum skjalasöfnum og þessum skjölum. Já, af því það alveg auðvitað sagnfræðingar í landnámsnýlendunni sem að skoða þessi skjöl og en þeir eru, þú veist, þeir eru að líta á þetta sem sko jákvætt, sem árangur og bara þetta rétta leiðin og svo framvegis og við fáum auðvitað kannski lítið að frétta því þannig séð sko út fyrir þennan menningarheim, málheim. En já, mér skilst að hún sé bara einhver kannski orðaða svona svolítið svona fjálglega þegar að segja sko hún væri nú orðin hvað óvinnur bara númer 1 sko. Já, hún örugglega ekki velkomin þannig lengur sko. Nei. En hún flúin frá landinu. Þannig eins og margir sem að hafa eins og margir aðrir sko. Já. Eins og það var bara svo ég nefni það sko að strax hvort sem við tölum það meira á eftir eða ekki að Háskóli Íslands sem stofnun hefur ekki tekið formlega neina afstöðu sem auðvitað afstæðið sjálfur sér eins og þú segir Margrétína en ýmis konar svona undir hópar innan háskólans hafa gert það sko því að starfsfólk hefur skrifað undir lista og stúdentar hafa látið bóka sína afstöðu og svo líka deild innan háskólans í Miðausturlandafræðum sem hefur boðið til dæmis upp á einhverja fyrirlestra og það var fyrirlesari í janúar sem að frá sem að vinnur í háskólanum kannski var það í Bristol eða Nei, það var hún ekki, ert þú að tala um Nei, ég er að tala um konun sem að Ég er ekki að tala um konu, ég er að tala um kall strák sem að vinnur í háskóla á Bretlandi, Englandi ekki Birmingham, Bournemouth og hvort hann ég þori ekki að fara með það hvað hann heitir alveg Dari Jagan kannski hann hélt fyrirlestur erindi og hann kom fram sem maður sem bara borin og barnsfæddur í Ísrael
og fer í gegnum allt það kerfi sko, heilaþvottastöðina og hann var í þessum fyrirlestri var hann að lýsa því hvernig herinn og hernaðurinn gegnsýrir allt samfélagið. Þannig að þú veist, þegar foreldrar velja leikskóla þá er eitt leikskóli sem auglýsir í blöðunum bara hérna eru framtíðar hermenn sko. Þú veist, það er allt þannig sko. Já, þannig að ég vil bara nefna þetta þetta var fyrirlestur í Háskóla Íslands á vegum stofnunar innan Háskóla Íslands sem var, þú veist, ég hef sjaldan farið á krítískari fyrirlestur þetta land sko heldur en þarna. En hann auðvitað er einn af þessum sem er bara flúin og hann getur ekkert farið aftur til í þetta land sko. Já, þannig að og þessi fyrirlestur var haldinn á vegum háskólans bara. Já, á vegum Miðausturlandafræða. Þórir Jónsson kom akkurat daginn sko. Akkurat sko. En þá kannski svona einmitt og þetta er svona þessi hlið sem snýr að uppeldinu eða þú veist eða hérna menntuninni og hérna menntun fólks og svona og kannski svona list sniðgöngu á akkurat svona huglægu plani kannski en Hófí þú ert þá svona getur við sagt að þú sett svona í veraldlegu deildinni það? Já, það má alveg segja það meira í efnahagslegu sniðgöngunni en hún er sprottin af nákvæmlega sama meiði held ég og öll önnur sniðganga og það er þetta sem við erum að tala þessi afstaða eða kannski einmitt afstöðuleysi stjórnvalda hvort sem að það eru háskólarnir eða ríkisstjórnin, stjórnvöld við erum bara svo mörg orðin hér á landi sem að blöskrar þetta að það sé ekki sko skýrari afstaða gagnvart Ísraelsríki og framferði þeirra. Já, þessum bara að það sé þjóðarmorðið er ekki fordæmt og þetta er bara tabú. Þannig að það er þá af því að það ríkir þetta afstöðuleysi stjórnvalda við erum bara svo mörg hér á landi sem að sættum okkur ekki við það við viljum sjá viðskiptaþvinganir á ríki sem að fremur þjóðarmorð og þeim viðskiptaþvingunum er ekki til að dreifa eins og við vitum hvorki Ísland né langflest ríki í Vestur-Evrópu virðast vera opin fyrir því en við neytendur og almenningur við látum ekkert segja okkur fyrir verkum við viljum að sko alþjóðleg lög mannréttinda lög og mannréttindi og mennskan sé í hávegum höfð og þess vegna er þetta okkar eina vopn ef svo má segja af því að við viljum auðvitað opinberar viðskiptaþvinganir en af því að þeim er ekki til að dreifa þá verðum við auðvitað bara að bretta upp ermhandar sjálf og gera það sem við getum í að sniðganga ísraelskar vörur og okkur hefur tekist svona sæmilega upp sko svona í einstaka tilvikum eins og til dæmis í sambandi við færsluhirðin Rapid til dæmis þá svona kemur bara þjóðin svolítið svona sterk inn. Já og ég held að það sé að miklu leyti af því að stofnandi og alþjóðlegur forstjóri Rapid sem er ísraelsmaður sem heitir Arik Stílman ef ég man rétt hann lýsti því hreinlega yfir að honum þætti í lagi að beita hvaða meðulum sem væri til að uppræta Hamas og þá er hann auðvitað að þegar hann segir öll meðul ég meina hvað er hann að segja með því ég meina hann ætla bara að sjálfsögðu réttlæta
það sem í gangi. Það sem við erum að horfa upp á. Það sem við erum að horfa upp á. Já, og bara rýmar við hérna yfirlýsingar stjórnvalda í þessu svo kallaði Ísraelsríki. Já. Og þess vegna held ég einmitt að íslenskur almenningur hafi brugðist svona skjótt við vegna þess að ég held að langflestum blöskraði þessi ummælans og við viljum ekki eiga í neinum viðskiptum við fyrirtæki sem að haga sér svona. Nei, einmitt. Já, þannig að svo herferð vannst svolítið hratt að ná Rapid bara út af markanum hérna á Íslandi. Já og nei. Algjörlega, það vefsíða sem að heitir bara hirðir.is þar sem að haldið utan skráningar á fyrirtækjum sem að í samstarfi við Rapid. Já, það kannski má koma fram að Rapid færsluhirðir og flestir vissu líklega ekki hvað færsluhirðir var. Bara í fyrra. Aldrei vita svona mikið posa og hirðingu færsluna og í lífi mínu. Ekki fyrir en nú. Akkurat. Þetta var enginn að spá í þessu. Enginn að spá í þessu. Enda skils mér að sko færsluhirðagjöld á Íslandi, þau eru svo hæstu, alltaf með við höfðatölu þetta, á Norðurlöndum. Já, það bara svo annað. Því að við erum svo vön að nota kortin og það mjög þægilegt. En þá þessi færsluhirðir og mér skilst að Rapid hafi verið stærsti færsluhirðir á Íslandi. Já, keypti náttúrulega þarna Valitor. Já. Þannig að eins og hérna, og þetta auðvitað svona bara akkurat sko, þetta bara svona einn angin af þessu svona fjármálavæðingunni sem að fer bara fram í fólki. Já, svona þessi fjármála sko yfirtöku hins svo kallaða Ísraelsríki hérna bara í heiminum og hérna en hins vegar náttúrulega auðvitað bara eins og sko við getum brugðist við og hérna og það auðvitað til sko þessi sniðgöngu hreyfing, BDS hreyfingin. Sko hún verður til, hvenær verður hún til? Minnið það? 2005 held ég. 2005, já. Og það sko boycott, divest and sanctions. Boycott, divest and sanctions. Já, þannig að boycott þetta sniðganga og svo þarna divest, það sem svona fjárlosun. Öfugt við invest. Já, öfugt við invest. Þannig að það verður að reyna að fá vestræna fjárfesta til þess að taka í raun og veru peninga úr ísraelskum fyrirtækjum. Svona fjárfestinga kostum yfir í aðra. Og það hafa svona unnist einhverjir smá sigrar þar eins og þú veist, ef einhver stór eftirlaunasjóður ákveður að færa sig úr einhverju þar sem að Ísrael involverað sko. Nú man ég ekki í augnablikinu hvaða hérna, það var einhverjir stórir sjóðir gert þetta sko. Já, það var með stór sjóður í Noregi. Var það í Noregi? Já, einmitt, ok. Já, og svo þetta sanksjón sem að getur þetta þýtt sko meiri sko svona alvöru opinberar bara lokanir og bara bann. Bara viðskiptaþvinganir, ekki? Viðskiptabann, sko. Já. Eða refsi aðgerðir, eins og kannski sanksjón þýðir beint. Já. Og því ég held að sko, fyrirmyndin eins og kannski flesti vita er sniðgöngu hreyfing Suður Afríku á apartheid. Sem að var einmitt bara hérna sem að gekk út á svona sniðgöngu á öllum sviðum sko. Algjörlega. Og líka menningu og íþróttum, kannski glemti því áðan, ég veit ekki hvort það fellur undir menningu en ég meina bara að þetta ríki færi að taka þátt í alþjóðlegum íþróttakeppnum, ólympíuleikum og söngvakeppnum sem er þá menningalegt eða það íþrótt Er Eurovision íþrótt eða menning? Það efni nýjan þátt sko Já, það var nefnilega mjög áhugaverður póstur í gær frá Lóu Hjálmtís í sniðgöngu grúppunni á Facebook sem að þá spunnust svona upprifjun í raunverulega út hérna í kjölfar einhvers. Það var yfirlýsing frá RÚV eða ekki?
Já, var ekki Friðrik Ómar hérna söngvari sem fór að tjá sig? Já, það var það. Það var það sem svona velti aftur af stað. Það náði ekki sko nefnum fyrirsögnir þegar hún sagði. En það er að þetta var langur og mjög svona upplýsandi þráður fyrir fólk sem að kannski að koma að sniðgöngu núna og ætla kannski að taka þátt í sniðgöngunni. Akkurat. Núna á laugardaginn. Ég mæli með að lesa hana þráð því þá var einmitt bæði að talað Eurovision og svo var talað íþróttahreyfinguna. Það hefur náðst svona betri kannski samstæða gagnvart Eurovision þó það hafi orðið svona komið alls konar upp á þar núna varðandi síðustu keppni en ekki tekist eins vel til með íþróttahreyfinguna eða hvað? Nei, því miður. Ég myndi segja að það hafi ekki tekist vel en það er líka, sem að fara út í, þú veist, samanburður í Eurovision sem er auðvitað miklu starra heldur en einn landsleikur í blaki, svo ég takki það dæmi. Til dæmis, já. Það er náttúrulega algjörlega ósambærilegt, sko, það sem að Eurovision er eitt stærsti bara sjónvarpsatburður og bara mesti fjármála austur alheimsins bara. En væri hægt að líka saman eins og háskólasamfélaginu og íþróttarhreyfingunni í þeim skilningi sko að maður spyr sig af hverju bregst háskólasamfélagið ekki við með beinum hætti og segir eitthvað ef að háskólarnir eru æðsta menntastofnun landsins og eiga að vera leiðandi hér í bæði siðferði og gagnrýni hugsun. Af hverju gera þær ekkert? En af hverju, og að samaskapi spyr maður þá, af hverju gerir íþróttarhreyfingi ekki neitt ef að það á alltaf spilast á einhverjum drengskap og heiðarleika og einhverjum svona almennilegheitum? Ég er rosalega lítið inn í íþróttum samt. En þau láta bara það sama yfir sig ganga í rauninu og í báðum tilvikum er verið að velta ábyrðin yfir á þú veist, þetta efnahagslega fjármála batterín sem að í rauninu byggja undir eins og í háskólasamfélagum allt samstarf, umsóknir, birtingar, þetta er bara svona peningamaskina sem veltur áfram og það er kannski ekki ósvipað sem er í gangi hjá íþróttarhreyfingunni. Maður heyrði það allavega, ég las það á þessum þræði að það hefði ekki verið hægt, þú veist, fólk yppir öxlum og segir þeir bara gátt ekki aflýst þessum leik, það hefði kostað svo mikla peninga, þeir hefði verið sektaðir. Já, það er auðvitað, ég ætla ekki að fara að segja að það hafi verið rétt hjá þessum íþróttarhreyfingum sko, en það er samt aðeins svona það er svona kerfi í gangi þar sem er alveg svona það er FIFA sem á fótboltan þú veist og FIFA ákveður eitthvað og ef eitthvað eitt tiltekið lið eitthvað land ætlar að ekki spila einhvern leik þá eru þess þú veist það ég bara segja það sem þetta fólk er að hugsa þá er Ísland bara sko rekið úr FIFA eða bara búið að klukka sig út, þannig að þetta er svona bullyismi líka. Eða fær einhverja heimina og sagt líka eða eitthvað svoleiðis, já. Og þannig að ég held að þessi íþróttasambönd telja það ekki vera svona þess virði að bara vera hent úr keppninni fyrir þetta, sko. Það eru fordæmi fyrir því vegna þess að það eru auðvitað lönd þar sem að íbúar vilja ekki keppa við keppendur frá landráns nýlendunni og þá eru þeir oft umsögulegst bara dæmdir í 10 ára bann, eitthvað svoleiðis. Já. Það er einmitt þetta sem við erum að tala um hérna peningarnir. Það var nú einhver góður maður sem að sagði í öðru samhengi það eina sem skilja þessir anskotar eru peningar. Og leið og vasarnir fara að tæmast. Já. Vaknaðir. Já, og það er kannski þess vegna líka út af því við vorum að tala um Suður Afríku áðan og það fordæmi sem er rosalega gott fordæmi að sko efnahagslega sniðgangan þegar hún fór á fullt þá hafði hún virkaði miklu hraðar heldur en þessi menningarlega og pólitíska útskúfun sem að hafði verið í gangi miklu lengur. Já, ok. Það er bara þetta gamla sko hérna money talks, já, og sérstaklega líka því að þessi stríðsrekstur hjá þeim er náttúrulega gríðarlega dýr af því að hann er svo rosalega mikill sko. Ég held að sé alveg Suður Afríka, þú veist, eins slæmt og ástandið var, það var náttúrulega í vopna, þú veist, í samanburði þá var það bara ekki neitt. Það var frölna í samanburði sko. Þannig að Ísrael er að nota svo gríðarlega mikið af vopnum sem að kosta svo rosalega mikið að það náttúrulega þarf bara endalausa peninga til að halda þessu gangandi. Fyrir utan að þeir eru að missa fullt af fólki úr vinnu sko, á sama tíma og allt þetta og þeir eru líka að hérna... Já, þú ert að meina að fólk er að flýja raunverulega frá... Nei, ég er að meina bara það að hafa svona margt fólk í hernum kostar peninga. En er ekki sko...
er ekki hernaðar iðnaðurinn, ef við getum sagt sér svo, sko hann bara, þú veist, þetta svona keyrt allt sko á sömu vélinni, þú veist, þessu bara, þegar við erum að tala að ísraelskir háskólar taki beinan þátt í þjóðamorðinu, þú veist, að það keyrt, þú veist, öll sem sagt, allt hugvit beinist að því að finna upp sko skæðustu morðvopnin til þess að geta sem sagt framkvæmt þjóðamorðið svo að yfirtakan geti orðið sem fyrst sko og svona þannig að þú veist, þetta kannski svona, og mér finnst þetta svona hljóma allt sko á svona, kannski svolítið svipaðan hátt, þess að við erum að tala íþróttir, þú veist, þá skiptir það máli að sko íþróttafélagin séu sektuð en það skiptir engu máli að það séu börn, til dæmis að þú veist að ég tek bara dæmi að ég talaði þarna við yfirmann, hvað var það, Blagfélags í Kópavogi, ég segi þess að því er ekki alveg svo sterkast á svellinu með að nefna lið og svo leið sko. Og hann meitt talaði þetta, það hefur verið, sko, þetta hefur verið, ég spurði, sko, beinlínis hvort þetta hefur verið rætt, sko, hvort að blagleikur við Ísrael ætti að fara fram eða ekki. Jú, hann sagði að þetta hefði aldeilis verið rætt á fundi. Afstaðan hefði verið tekin að spila leikinn, einmitt út af þessum sektum og það kæmi sér illa fyrir liðið. En hins vegar voru þetta, sko, held ég, sko, 17-18 ára gamlir þetta var kallalandslið sko kallalandslið og en það skipti engu máli sko, þú veist þau skilaboð sem sagt þá félagið að senda liðsmönnum sínum, þau skipti engu máli, þannig að þú veist þetta alltaf þetta sem á vogarskálinni sko. Já, þú veist. Já, og auðvitað sko við sem sniðgöngum við erum kannski ekki að gera okkur svakalegar grillur að það að við sniðgöngum muni valda ísraelsku hagkerfi það miklu tjóni að það bara hrynji vegna þess að Ísraelsríki hefur auðvitað á bakvið sig mjög sterka bakhjarla. En þetta alþjóðleg hreyfing samt sem áður ekki satt. Eða boykotthreyfingin, hún í mörgum löndum, eða ekki? Jú. Alþjóðleg hreyfing bara út allt og það eru milljónir manna sem að eru í henni í dag. Þannig að kannski vonandi þetta bara vitleysa sem ég var að segja að vonandi mun okkur takast að valda efnahagslífi Ísraelsríkis það mikils tjóns þrátt fyrir alla peningana sem að koma frá sérstaklega Bandaríkjunum auðvitað. En hinn punkturinn sem ég vildi koma inn á sem að ekki síður mikilvægur, að það þessi stuðningur og afstaða við Palestínu. Að við sem sniðgöngum tökum afstöðu og við sýnum samstöðu og stuðning við Palestínu. Með því að sniðganga. Varst ekki með dæmi einmitt áhrif sniðgöngunar? Jú, ég með rosalega gott dæmi áhrif sniðgöngunar. Við vorum nú að tala um Rabbit áðan og síðuna hirðir.is sem heldur utan þau fyrirtæki sem að nota Rabbit og það svolítið erfitt að taka út tölur á þeirri síðu en síðast ég reyndi að gera það að þá sýndist mér þetta vera 300 fyrirtæki, 300 íslensk fyrirtæki sem að hafa nú þegar hætt viðskiptum sínum við Rabbit og það bil 100 fleiri sem að eru að vinna í því að skipta. Vegna þess að það hjá sumum fyrirtækjum auðvelt að skipta færsluhirði en hjá öðrum, sérstaklega þeim sem eru kannski með netverslun eða gömul kerfi, kassakerfi, þetta svo tæknilegt, þá það erfiðara. En þetta svakalegur árangur. Mjög vel gert og náttúrulega bara eingöngu fyrir aðgerði neytenda. Já. Og en sem sagt, hverjar eru kröfurnar, þú veist, í sniðgöngun á laugardaginn? Gerð krafa til yfirvalda til dæmis opinber kaup eða?
Já, góður punktur. Þessi sniðganga sem er á laugardaginn er sem sagt algjörlega bara sem sagt sprottin frá þeirri hugmynd að við erum náttúrulega sífellt að reyna að stækka hreyfinguna til að hafa sem mest áhrif og þá kom þessi hugmynd að því að orðið ganga er inn í orðinu sniðganga og þá kom þessi hugsun sko þá bara við erum að sniðganga vörur á Ísraelsríki á hverjum degi en við út af því að þetta er sniðganga þannig að við skulum bara ganga og ganga bara í málið einfaldlega ganga og ganga langt og ganga í málið já. Og þess vegna eins og segi, það eru göngur bæði á sama tíma á Akureyri þar er hún svona það bil 3 kílómetrar við ætlum að ganga ennþá lengra á höfuðborgarsvæðinu þar verður gangan 10 kílómetrar. Og hvaðan er gengið þetta? Það er gengið frá Hellisgerði í Hafnarfirði og svo er gengið í gegnum 4 sveitarfélög sem er þá Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur og svo inn í Reykjavík og öll þessi 3 sveitarfélög sem við göngum í gegnum í upphafi þau eru með Rabbit sem sinn færslufyrði. Þau nota Rabbit í sínum sveitarfélögum. Reykjavík gerir það blessunlega ekki en gangan endar í Katrínartúni. Af hverju Katrínartúni? Það er af því að Fjársýslan er í Katrínartúni. Einmitt. Og Fjársýsla ríkisins. Fjársýsla ríkisins er í Katrínartúni, skrifstofur Fjársýslunar og fyrr á þessu ári þá tók Fjársýslan yfir Ríkiskaup. Já. Og Ríkiskaup sem sagt heldur utanum rammasamning að hluta ríkisstofnana við Rabbit sem færsluhirði. Það eru það bil 160 stofnanir sem eru þessar svokölluðu A-hlutastofnanir. Já. Það er öll heilbrigðisþjónusta opinber. Það eru háskólarnir, það eru framhaldsskólarnir, það eru öll söfn sem að ríkið rekur sem að er þessi 160 stofnanir sem að nota Rabbit eins og staðan er í dag. Já. Vegna þess að Ríkiskaup gerði rammasamning við Valitor 2019 minni mig. Akkurat, já. Og síðan náttúrulega þegar Rabbit kaupir Valitor 2021 frekar en 2 nú þá þetta bara rennur þessi rammasamningur ríkisins við Valitor bara inn til Rabbit og þessi samningur hefur verið endurnýjaður núna nokkur sinnum en sem sagt fjársýslustjóri er búin að gefa það út að það verði útboð. Síðasti póstur sem kom frá honum var að útboðið yrði fyrir sumarlok. Fyrir sumarlok? Já. Já, þannig var hann góður með sumar. Nú eftir að sumrinu. Indian summer. Akkurat. Það er greinlega teygjanlegt en auðvitað er þetta er náttúrulega tæknilega mjög flókið. En tæknilega hægt. Tæknilega hægt, vissulega. Og þannig að það er búið að lofa þessu útboði. Þetta útboð verður fljótlega og það verður bara að vera það. Vegna þetta sumarið að enda. Já, og sem sagt núverandi samningur Ríkiskaupa við Rabbit rennur út í febrúar á næsta ári og þá mun nýr aðili taka við og við í sniðgönguhreyfingunni róum auðvitað öllum árum að því að það megi ekki ríkisstofnanir eigi ekki að vera í viðskiptasambandi við svona fyrirtæki. Þess vegna erum við að róa öllum árum að það verði ekki og þess vegna er það tákgrænt að enda þarna að enda þarna í Katrínartúninu. Einmitt. Og já, þannig að sko í raun og veru er það þá einmitt kannski eitt svona
einn stóra krafa göngunar að kippin og vissir að sveitafélögin taki sig eða ríki og þá kannski sveitafélögin sveitafélögin Reykjavíkurborg Hafnarfjörður, Garðabær og Kópavogur nota allra já. Og við í hreyfingunni það var margra mánaða vinna en við erum búin að taka saman hvaða sveitafélög á Íslandi nota Rapid og hver ekki. Já. Og niðurstaða að vænta bara mjög fljótlega. Já. Hver það eru, en sem sagt, mörg þeirra sem sagt, nota Rapid í rauninni út af þessum rammasamningi ríkiskaupa við Valitor og svo Rapid. Að þá eðlilegt að sveitafélögin fylgi þeim, en núna erum við að gera kröfu á að þetta gangi ekki lengur. Og sveitafélögin eru ekki bundin af þessum samningi. Þannig að sveitafélög þau geta hætt viðskiptum við Rapid og geta skipt færsluhirði. Eins og til dæmis Ísafjarðarbær hefur gert og Súðavík ef ég man rétt. Og þannig að svona á praktískum nótum þá allar upplýsingar þetta að finna á hirðir.is eða ekki, hvernig þú Jú, nákvæmlega. Hvernig þú getur skipt færsluhirði. Já, og einmitt og þar meira segja komin listi yfir sveitafélögin. Já, einmitt, ok. Já. Þannig að þið eru að vinna mjög góða vinnu greinilega. Við erum að vinna eins mikið og í hreyfingunni sjálfri. Já, en þetta að sjálfsögðu allt í sjálfboða vinnu. En þetta okkur svo mikið hjartans mál. Og eins og ég veit að hefur oft verið rætt hér að fólk verður náttúrulega bara svo varnarlaust. Já, verður svo vanmáttugt gagnvart þessu að þetta er svo yfirþyrmandi. Já. En þá náttúrulega kannski að því við stundum rætta hérna í þáttunum að það þetta misjafnt hvað fólk finnur sér mikið í að mótmæla og þú veist það til margar hliðar á mótmælum. Ég meina þú veist það hægt að fara safnast saman á torgum og gera kröfur með rödd sinni og svona einhvern veginn og það kannski ekki allir sem finna sig endilega í því en eru samviska þeirra þú veist, ég get ekki ímyndið mér annað en að það séu svona sál flestra sé í mólum þú veist, svona eftir að eftir að einhvern veginn að hafa fengið allar þessar upplýsingar þau hroðaverk sem að einhvern veginn ef við tala bara persónulega að ég hugsa mér endist ekki ævinn til þess að vinna úr því máli Einmitt. Og ég ekkert, ég get ekki ég sé ekki ástæð til þess að halda að ég sé eitthvað eina báti þar Akkurat. Þannig að fólk getur þá þú veist, þetta það sem fólk getur gert. Já, þetta algjörlega það sem fólk getur gert og með sniðgöngunni að þá höfum við mörg fundið farveg. Við höfum bara fundið farveg fyrir afstöðuna og stuðningin sem við viljum sýna Palestínu. Og þetta það sem við getum gert og svo það allir náttúrulega uppteknir í sínu daglega lífi og þess vegna hægt að gera mismunandi hluti og mismikið en flestir geta sniðgengið og þess vegna líka leggur íslenska sniðgönguhreyfingin áherslu á bara 7 vörumerki til að sniðganga. Hún fókuserar á kannski ekki magn heldur bara að við sameinumst sniðganga 7 vörumerki. Af því að þetta náttúrulega má ekki verða of mikið og of flókið vegna þess að þá þetta bara of mikið fyrir fólk og þá óar fólki fyrir að takast á við verkefnið. En þannig að þetta eru bara 7 vörumerki og síðan vörur frá Ísrael sem verið að fókusa á til að reyna að ná hámarks árangri sniðgöngunnar. Og allar upplýsingar hægt að finna á vefsíðunni sniðganga.is. Og ef að fólk
bara reynir eins vel og það getur að sniðganga þessi vörumerki og vörur frá Ísrael, þá það að gera góða hluti og þá bara erum við að gera góða hluti. Og svo er hægt að vera enn aktífari, láta í sér heyra, þrýsta á fyrirtæki að skipta rappið sem færsluhirði eða hætta að selja SodaStream eða Moroccan Oil með því að skrifa tölvupósta, hringja, skapa þrýsting á fyrirtækin, láta þau vita að við viljum ekki láta bjóða okkur þetta. Talaði börnin. Já. Og svo eru sumir komnir ennþá lengra í þessum aktivisma, farnir að líma límmiða, sniðgöngu límmiða. Við erum með dæmi svona límmiða sem hafa verið seldir eða dreift. Hérna, einmitt, þetta er svona, þetta er bara mjög gott sko og svona kjarnaður upplýsingar sko. Og svo meira að segja, hérna, við erum að tala þessi mismunandi level af aktivisma í þessu. Félagar okkar í sniðgönguhreyfingunni til dæmis í Belfast á Írlandi og í Svíþjóð, Suður Svíþjóð og í Bandaríkjunum líka eru farin að ganga svo langt að taka ísraelskar vörur beinlínis úr hillum verslana. Já, ég sé þeim með svona einhver vídeo sem að þú veist það bara farið sko, pampersbleiurnar eru bara þeim að sópað bara í körfuna og svo sér þetta bara og það er bara hátt og skýrt svona hvað aktivitet. Þá er það fólk bæði þannig gert og því misbýður bara það mikið að það er komið á þetta stig að henda vörum úr hillum. En það er enginn að tala að það þurfi að gera það og ég veit ekki hvernig þeir sem vilja gera það auðvitað. En við svona leggjum áherslu á að... Þetta sýnir vanmáttin líka sem fólk bara upplifir. Þetta er svona ágætt dæmi það. Að hvað gerir þú ef að það bara er aldrei hlustað á þig? Já, það er eiginlega þetta sko... einmitt, ef þessi hefðbundna sniðganga bara að þú kaupir ekki, þú notar ekki þína peninga í ákveðna vörur ef þú upplifir að það sé hunsað þá kannski ferðu að þrýsta meira og skrifa og hringja og svona og svo svona bara byggist upp sko en ég vil meina að hver og einn geti fundið sig í sniðgöngu. Í sniðgöngu. Já, mér finnst þetta bara mjög áhugavert með sveitafélögin, sko. Þú veist að fólk getur líka þá pressað á sín sveitafélög. Já. Í ljósi þess að Hafnarfjörður, Garðabær og Kópavogur enn öll að nota færsluhirðin Rapid. Og miklu fleiri. Já, og allar sem eru á stofnanir þeirra, lítur að vera. Já. Samkvæmt þessum rammasamningi, svo varst að útskýra. Já. En mér langaði þess að spyrja þig, Ingólfur, að því að þú birti grein í morgun á Vísi og þú nú verið hérna ötull við að grúska í sögu þessa ríkis, landránsríkisins og sögu Palestínu og byrt bara margar mjög góða greinar og svo nýjasta í morgun. En hún í samhengi við einmitt það sem að svona kannski sniðgöngu kröfu þó hún falli ekki beint að akademískri sniðgöngu þá gerir hún það samt en henni svona beint að ákveðnum viðburði sem að verður í HÍ Vaffer á morgun, ekki satt? Jú. Og þú dreipur aðeins á þessu í greininni, þessu sambandi sko háskólana. Já, sko ég reyna að útskýra að það er ekki krafa, og margir vita þetta kannski, það er ekki krafa frá palestínsku hreyfingunni að það megi alls ekki vinna með fræða fólki frá landráns nýlendunni, þú veist, heldur eigi að beina spjóturum gegn stofnunum og formlegu samstarfið þessu þar. Eins og háskólanum, já, í þessu tilfelli. Þannig að sem sagt, en þetta þannig að maður á kannski ekki endilega að vera að elta uppi alla sem hafa einhvern tíma að skrifa fræðigrein með einhverjum öðrum þarna, sko. En það sem er á morgun er
opinber viðburður þó þetta sé þetta svona þetta mjög lítið, þetta bara innan starffræðina sko sem að og í sjálfu sér hefði aldrei verið von á mörgum á þessa litlu málstofu þannig að sniðganga í sjálfu sér kannski svona þú veist 400.000 manns eða allir Íslendingar nema svona 5 myndu hvort sem aldrei fara en mér langaði samt til þess að láta í ljós óánægju með þetta að þetta væri gert þessa ákvörðun það sést fyrirlesari frá hebreska háskólanum já í Jerúsalem eða ekki og hann bara að fara að tala á málstofu og ég vil ekki að Háskóli Íslands bjóði fólki þaðan í að halda erindi á málstofu. Jafnvel þó að sem sagt, viðkomandi einstaklingur gæti verið á móti þjóðarmorðinu, ég veit það ekki. Það er að segja, ég veit það að þessi maður hefur mótmælt, en ég veit ekkert hvort að þau mótmæli sko snúast bara svona að það gangi ekki nógu vel að þetta stríð og það er að semja um fangaskipti eða eitthvað svoleiðis. Ég lít svo á að með því að vera starfsmaður þarna að þá sértu hluti af þessu heildarkerfi sem að stundar þessa mismunun og þessa kúgun og þetta hernám og það er bara alveg sama þó að þessum manni eða einhverjum öðrum líði eitthvað illa yfir því að hann er hluti af þessu og ef hann er raunverulega styður málstað Palestínumanna þá er hann auðvitað bara sjálfur ánægður með það að það sé sniðganga í gangi og það eru einstaka aðilar þarna sem eru ísraelskir ríkisborgarar og vinna í akademíunni en styðja enga síður akademíska sniðgöngu vegna þess þrýsting sem það skapar sko. Já, þannig að ég var svona að minnast á þetta og láta í ljós óánægju mína með þetta samstarf þó að það sé kannski ekki stórt í sniðum að þá er þetta eitthvað akademískt formlegt samstarf. Já. Kannski, þú veist líka bara þetta með svona þessa tilhneigingu okkar kannski sérstaklega að því við erum svona mér hefur fundist sko Íslendingar oft vera svona þeir eru svona fólk undanþágunar þeir eru alltaf svona einhvern veginn undanskildir öllu svona finnst það rétt að þeir séu svona einhvern veginn oft í stykki sko eins og sagt þú veist þegar það kemur að svona þú veist einhverjum hvað heitir, þú veist, Evrópusambandið til dæmis ákveður eitthvað sem að sko okkur finnst ekki við nennum ekki að taka þátt í þá fáum við alltaf sko eitthvað svona undan þá í krafti þess að vera fá eða að vera einangruð eða að vera þú veist eitthvað svo leið sko en ég veldi bara fyrir mig sko þú veist sko við erum komið kannski bara samt á þennan stað þar sem að í raun að vera ekkert okkar getur litið undan og þetta, sko, þú veist, við erum ekki að, sko, við erum ekki að hugsa umferðarlögin eða við erum ekki að hugsa hvort við, sko, keyrum hægra eða vinstra megin á götunni, sko, eða hvort að okkur finnist, rabitumult fyrirtæki, þú veist, þetta bara fjallar ekkert það. Þetta fjallar bara sko, erum við, sko, höfum við eitthvað siðferði til að bera. Þú veist, og við kannski svona sem manneskjur til að standa við einhver siðferðileg prinsip sko það sem að við verðum vitnað sko einhvern veginn á þeim það er á einhverju nótum sem að sko okkar villtasta ímyndunar gæti ekki einu sinni sko þú veist við sko bara það er alveg saman sko með leið í baði bara í sko bara 10 ár sko það er ekki þú veist þetta er bara ekki hvarla að manni. Nei, ég meina, og þetta er, sko, þú veist, ef við erum að fara að tala sko, hluti eins og það að börn séu, fangelsuð, pyntuð,
og pyntingaraðferðirnar séu að berstrípa foreldra þeirra og pynta foreldra þeirra fyrir framan þau. Sko, þú veist, þá erum við komin og þú veist, ég þarf að æfa mig í að tala svona, að því getum alltaf að tala svona, skiljið mig. Já. Og það er það sem að, þú veist, það verður að segja þetta upphátt, þú veist, og bara því afsakið þó ég græni, en það bara, þú veist, þetta er einhvern veginn staðurinn sem við erum á og við getum ekki, þú veist, við getum ekki snúið okkur á hliðina. Það er ekki undanþága fyrir þessu. Nei. Og lítill atburður, stór atburður, þú veist, þetta er kannski... Og þess vegna sniðgöngum við. Þess vegna sniðgöngum við. Það er actually eitthvað sem við getum gert og það hefur náðst nú þegar bara gríðarlega mikill árangur. Bæði sem þetta bara almenn vitneskja sniðgöngu og fyrir hvað hún stendur. Vorum að tala rabbit áðan. Ég vil endilega líka sýna, ég er með línuritt. Dæmið. Já, þetta sýnir, ég vona að þeir sem eru að horfa í sjónvarpinu sjá þetta. Já. Og ég reyndi að gera línuna feitletraða. Þetta er línuritt frá Hagstofu Íslands sem sýnir hversu mikið innflutningur á grænmeti og ávöxtum frá Ísrael hefur dregist saman. Já. Og við sjáum það að frá því í fyrra að þá sem sagt fer innflutningurinn úr 80 tonnum í þetta það bil 10 tonn núna á þessu ári. Þannig að við erum að tala að innflutningurinn frá Ísrael hefur dregið saman 8-falt á milli ára. Þetta er nú alveg magnað. Á grænmeti og ávöxtum sem að svona er eina af þessum helstu vörum sem að koma til Íslands frá Ísrael. Og þið sjáuð líka sko, þetta innflutningurinn var mestur 2016, þá er hann rúmlega 200 tonn. En eins og ég segja komin í 10 tonn núna. Já. Þannig að síðan 2016 hefur hann dregist saman sko 20-falt. Þannig að vel gert sniðganga.is. Já, og bara ekki bara það, vel gert almenningur. Já, almenningur þarna á bakvið, ekki? Það almenningur sem er þarna á bakvið við neytendur og það var útvarpsfrétt fyrir nokkrum vikum á RÚV þar sem að þetta kom fram og þar sem að var tala við aðfangastjóra hjá Bönunum EHF sem að er eitt stærsti innflytjandi grænmetis og ávaxta til Íslands. Já. Þar sem að hann sagði beinlinis, við höfum ekki áhuga á að flytja inn ávöxt og grænmeti frá Ísrael. Já. Af hverju? Jú, af því að þau vita að íslenski neytendur vilja ekki kaupa þetta. Nákvæmlega. Þannig að ríki og sveitafélög getur tekið sér þetta til fyrirmyndar, atvinnulífið. Já, algjörlega. Og sagt að við vitum að íslenskur almenningur vill ekki skipta við þetta kortafyrirtæki eða þetta fæsluhirði fyrirtæki. Akkurat, og það er alltaf ástæðan fyrir því að 300 fyrirtæki hafa nú þegar hætt því viðskiptasambandi og 100 viðbótar eru á leið þangað. En það eru mjög skýra reglur, því við komum aðeins inn á það áðan. Það eru mjög skýrar svona reglur sem að hreyfingin leggur upphaflega, hreyfing Palestínufólks fyrir þessu boykotti vest og sanctions aðgerðum og við komum held ég inn á það líka hreyfingin er stofnuð 2005 en mér langar aðeins að spyrja nefnilega út í sko þessa escalation sko sem hefur orðið síðan 7. október eiga þessar reglur endilega við núna þessum að sko nú raunverulega er verið að beita þjóðarmorði en ekki endilega einhverjum aðgerðum, þú veist, tímabundnum aðgerðum gegn palestínskri þjóðinni, þá spyr maður sig, sko, vitið þið það, hefur eitthvað verið endurskoðað? Ég hef ekki séð, sko, að sé neitt búið að breyta neinum svona tilmælum, en það hefur alltaf verið svona rými fyrir það sem að þau kallaðna allavega ennsku, ég man ekki hvað það er á íslensku, svona organic boycott, skilur, sem er bara fólk má að sjálfsögðu, þú veist, gera meira, þú veist, heldur en akkurat það sem þau segja að sé nauðsynlegt, sko. Þannig að... En árangur þessara samtaka hefur
hlotist af því hvað þau hafa verið svona markviss í rauninni, það ekki? Ég meina þið takið það hér, þegar þessi hreyfing virkjast hér á landi, að þá takið það til ykkar, að þú veist, það er svona verið að fara svolítið, kannski granúlar eftir þessum tilmælum eða reglum, ekki satt? Já, akkurat og eins og vorum tala áðan, sko, nú er hreyfingin frá 2005 og ég veit ekki með þig, Ingólfur, en ég kem ekki inn í þetta fyrir en bara sent á síðasta ári. Af því sem við erum að tala að það, hvað maður segja, það er escalations í aðgerðum Ísraelsríkis. Og þess vegna er eðlilega ákall frá sniðgönguhreyfingunni, alþjóðlegu sniðgönguhreyfingunni að eskalata, hvað segir maður á íslensku, að auka þrýstingin, auka aðgerðir, auka þrýstingin. Já. Það hefur verið meira, sko, í gangi. Og maður finnst eiginlega ótrúlegt, ég verð að koma aftur að ríki og sveitafélögum, mér finnst eiginlega ótrúlegt að ríki og sveitafélögum láti hjá líða að skipta þess út, af því þetta er vel tæknilega hægt. Já, alveg einkennilegt, ég meina það er náttúrulega algjörlega ótrúlegt að, sko það er líka ótrúlegt að, sko allar helstu, ég segi þessu helsta menntastofnun landsins, skuli eftir, sko, að því nýjustu tölur eru þær að, sko, það eru nú allavega 300.000 sem hafa verið drepnir, sko, þú veist sem afleiðing af þessu þjóðamorðis, já, sem hluti og afleiðing af þjóðamorðinu. Já. Og tölurnar er bara eftir að hækka, viðbjóðurinn sem við horfum á, þú veist, ég finn háskólarektor er líka að horfa á þennan, að horfa á þetta líka, sko, og stjórn skólans eða, sko, ég veit ekki, þú veist, allavega þessi svona, þú veist, það er ekki svo þetta fólk sem blind og heyrnarlaust, sko. Og svo myndi ég nú kannski, þú veist, vildi ég líka svona segja, þú veist, talandu þessi BDS-hreyfingu og þessa aukningu og þrýsting, að þetta gerist auðvitað líka náttúrulega. Þú veist, með afhjúpuninni, að þá gerist þetta, sko, ef við svona bara, svo maður tali bara eitthvað kannski svona, þú veist, sem snýr persónulega hverjum á einum, þú veist, hvað sem er í fræðarsamfélagi eða einhverju menningarelitum eða skilur eða bara listamenn eða þú veist hvað það er íþróttafólk eða og þú veist og það kannski þetta er kannski líka dálítil áminningum að svona að maður sko að reyna að hafa það í huga að maður er maður á sína eigin sál og maður þarf að lifa með henni. Já. Þess vegna ég hef svona reynt að tala við því að sniðganga sko sé svo jákvæð fyrir mann að því þá þarf maður ekki að einhvern veginn burðast með það einhvern veginn að ég veit ekki kannski leggst þetta ekki svo mikið á fólk en þetta svo veist að líta undan eða bara einhvern veginn horfa fram hjá þessu og einhvern veginn ekki veist, það er hægt að eins og við höfum talað að hugsa, það skiptir svo sem engum máli hvað ég geri, ég er bara einn og ég get ekki gert og ekki neitt. En þú getur aðeins svona snúið þessu við og hugsa þetta út frá þinni, eins og þú kallar það svo sál, sko. Þú veist, þín samviska. Og þú getur þá allavega að þessu leyti lifað einhvern veginn í samræmi við þín gildi að það sem þér finnst rétt. Og þú veist, það er kannski einhvers virði fyrir þig. Og svo þetta, mikils virði. Svo þetta vonum við líka að þetta það verði svona snjóbolta áhrif að það stækki það er ekki bara að reyna að ná einhverjum efnahagslegum áhrifum akkurat núna með því að kaupa ekki heldur að með því að tala það, með því að segja frá því að þá að fá fleiri og auka þrýsting á öllum sviðum sko. Að það er bara hluti af því og þegar að því að sniðgönguhreyfingin palestínska hefur svona leggur fyrir svona taktík eins og við höfum rætt að beita sér gegn fáum fyrirtækjum markvisst og þegar eitthvað gerist og eitthvað fyrirtæki sko gefst upp á einhverju að þá veldur það svona auknum krafti og hvetur fleiri í þessu sko. Og þetta og það er þetta líka sko þú veist þetta maður finni sko hvað segir maður að maður finni þú veist hvers maður er megnugur að því maður er megnugur margra hluta maður er megnugur sko miklu meira en maður heldur
en ábyrgð þetta eins og íþróttafélaga, þú veist, og skólastofnana og svoleiðis, sko, er mikil vegna þess að þau eru þetta, sko, þar er verið að, sko, þrýsta í raun að vera yfirvald að þrýsta á til dæmis börn og unglinga sko, þú veist, þegar hægt að vera eitthvað neina útskúð kannski Já, verið að þvinga bara almenning, börn og almenning náttúrulega í alls konar aðgerðir sem þau hafa ekki áhuga á, sem að hefur verið lýst yfir að þau vilja ekki Já, þessi gengur gegn kannski öllu því sem þau eru alveg upp við heima hjá sér, sko Já, og þetta er til dæmis HSI, handboltasambandið í samstarfi við Rapid. Það er hræðilegt, sko. Já, þannig að þetta hugnast okkur ekki og hérna, og ég vil bara endilega hún Hrönn, félagi minn í hreyfingunni, hún orðaði þetta svo vel, ég punktaði það niður, að það sem við vorum að tala áðan, bara gildi þess að taka siðferðislega afstöðu sem manneskja er gríðarlega mikilvægt. Eins og vorum að tala hérna áðan. Má ég koma með peppandi punkt í lokin. Komdu með peppandi punkt í lokin að við erum alveg að detta hérna í loka orðið mitt. Það er annar góður félagi minn sem kom með þann punkt og ég er með þetta skrifað svo ég fari rétt með. En þess að góðu fréttinar eru þær í sniðgöngunni og fyrir fólk og þetta er góð kenning að ef bara 10% af viðskiptavinum 5 eða 10% af viðskiptavinum sniðganga þá hefur það gríðarlega mikil áhrif á fyrirtæki að breytast og þetta getur orðið hvatning til fyrirtækisins að breyta háttum sínum. Já, og eins og hefur gerst með grænmetið og ávextina og Rapid og ástæðan er svo að ef að fyrirtæki missir 10% af tekjum þá er það ekki þannig að hagnaðurinn lækki bara 10%, heldur miklu meira, miklu stærra hlutfall, af því að fastur kostnaður fyrirtækja er svo stór hluti, svo stórt hlutfall að það er líklegra að ef að 5-10% viðskiptavina sniðganga að hagnaður fyrirtækisins muni minnka 30-60% við 10% sniðgöngu. Sjáu þið það? Ef þetta er ekki peppandi loka punktur þá veit ég ekki hvað. En við erum sem sagt bara runnin út á tíma núna, þannig að ég ætlaði bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna hér í dag. Ingólfur Gíslason og Hólmfríður Jónsdóttir, sniðgangarar. Takk fyrir og við Magga-Stína og Sara Steff líka sniðgangarar. Þökkum bara kærlega fyrir okkur í kvöld. Göngum snið á laugardegi. Sniðgöngu garpar á laugardegi. Takk. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في